Silver Cross sýning, einhvern veginn hefði mér ekki dottið það í hug þó svo að, já, ég veit marga sem hafa átt Silver Cross. Já, þetta eitthvað sem að kannski bara koma aðeins upp í hendurnar á mér. Ég í nemi í þjóðfræði við Háskóla Íslands og á fyrsta árinu mínu þá gerði ég verkefni Silver Cross barnavagna. Ég tók viðtal við 4 konur og 3 þeirra af Suðurnesjum og þá kom í ljós að 2 þeirra höfðu safnað barnavagnum og höfðu átt yfir 100 barnavagna yfir ákveðið tímabil. Ekki 100 vagn í einu en eiga nokkra. Og mér fannst þetta áhugavert, þannig að ég bara fór aðeins að grafa í þessu og finnst þetta bara skemmtilegt áhugamál. Þannig að hvað kemur til að, það hluti af náminu þín að halda sýninguna? Nei, reyndar ekki. Það var alveg óvart. Valgerður Guðmundsdóttir, hún hvatti mig til þess að halda þessa sýningu og gaf mér tækifæri til þess að koma hingað í byggðasafnið og halda sýninguna á ljósanótt. En það alveg ljóst á mig það sem þú segja að Silver Cross virðist hafa skipað nokkuð stóran sess í lífi margra Íslendinga. Já, það má segja það. Þessi vagnar hafa verið mjög vinsælir, sérstaklega á Suðurnesjum. Og það má líka segja að það hafi verið vinsælir í Vestmannaeyjum, jafnvel á Akranesi og Ísafirði. Og það má rekja til siglinga. Þá fóru skipin til Bretlands með fisk og komu heim með vagna. Þannig að konurnar vildi bara fá Silver Cross í skipunum og bátunum tilbaka? Já, það var bara rólsinn. Það var bara þannig. Þetta var, ef ég rifja upp mína tíð meiri 50, þá fannst mér Silver Cross vera muni meira algengar á götunum í gamla daga, getum við sagt, eða fyrir nokkrum árum. En þetta ennþá? Já. En auðvitað hafa verið alls konar útgáfur og komin þróun til þess að sé auðvitað að ferðast með vagnana og svona, en ég held að þessir eigi alltaf sinn stað í þjóðfélaginu. Ég googlaði Silver Cross daginn þegar ég sá þig komus á framfæri og sá að konungsfjölskyldan í Bretlandi er tengd þessu merki. Já, konungsfjölskyldan hefur haldið tryggð við Silver Cross. Merkið náttúrulega stofnað 1877 í Bretlandi og já, 141 árs á þessu ári. Jafngamalt þessu húsi. Þetta hús var byggt 1877, þannig að kannski skemmtileg tilviljun. En já, konungsfjölskyldan hefur alltaf verið mjög hliðholl Silver Cross og það kannski setur svona pínu standard. Fólk hefur oft borið mikla virðingu fyrir konungsfjölskyldunni og vill kannski halda í þessa hefð. Ertu að segja mér að Silver Cross hafi jafnvel verið einhvers konar stöðutákn á Íslandi? Já, það gæti verið það. Allavega í mínum viðtölum þá fannst mér það koma fram. Hvað var fleira skemmtilegt sem kom úr þessum viðtölum? Það náttúrulega kemur mér kannski mest á óvart að konur eru mjög áhugasamar þetta. Þetta kannski eingöngu konur sem í þessu. En það má líka finna ákveðna samlíkingu við fornbíla. Það svona sama lingó sem á sér stað í þessari vinnu við að halda við vögnum og gera þau upp eins og með fornbíla. Það þarf að geyma á sérstakan hátt og það þarf að smyrja og skipta dekk. Það þarf að bóna, laga rispur og beyglur, jafnvel skipta áklæði. Þannig að það má segja að það sé svona ákveðin samlíking þar. Og þetta gengur í erfðir, getur maður sagt? Já, þessir vagnar þeir vilja oft eiga heima í sömu fjölskyldunni og mörg börn sem hafa verið í vögnunum. Barnabörn jafnvel og jafnvel barnabörn. Jæja, þessi nú svakalegur. Þetta eiginlega drossja, það ekki? Jú, þetta drossja. Konungsdrossja? Algjörlega. Þetta svona konungavagn eins og konungsfjölskyldan í Bretlandi hefur notað. Og Katrín hertoginja, hún var með svona vagn fyrir elsta son sinn, hann Georg. Og ég held að prinsarnir Harry og William hafi einnig verið í svona vagni. Þessir eru vinsælir þar. Eru margir svona á Íslandi? Þeir eru alveg nokkrir, þó nokkrir.
og ég veit ekki alveg hversu margir, en jú, þó nokkrir. En eitthvað önnur tegund sem var algengar á Íslandi? Já, ég myndi segja að bátalagið, þessi hafi verið svona kannski algengastur. Það var svona það sem að kannski flestar konur fengu. Hvað myndir þú skjóta á að svona vagn kosti í dag til dæmis? Ég myndi segja milli 300 og 400.000. Þannig að það ekkert skrítið þó að konur hafi þurft að grafa eftir aurum. Hvernig áttu þær fyrir þessu? Ég hef heyrt sögur af því að sumir hafi tekið út skyldusparnaði sinn til þess að eiga fyrir silfurkrossvagni. Og í þá dag var jafnvel notaður vagn jafnvirði mánaðarleigu. Og þetta var kannski ekki endilega allra færi, en það var sparað til þess að eiga fyrir silfurkrossvagni. Og þegar þú settið þetta verkefni í gang hérna í Reykjanesbæ, fékkstu svona strax góð viðbrögð? Ég fékk ótrúlega góð viðbrögð. Ég er ótrúlega þakklát fyrir þessi góðu viðbrögð sem ég fékk. Svo séu ég hérna hjá þér minni vagna, þetta eru sem sagt dúkkuvagnar. Þetta eru dúkkuvagnar. Og þessi er svolítið gaman. Þessi er nálægt 70 og var fluttur hingað. Sú sem að áttan upphaflega, hún er reyndar látin. Hún fékk hann þegar hún var svona kannski 3 til 4 ára og hann er mikið notaður, hefur verið notaður af hennar börnum og barnabörnum. Þannig það voru dæmi um það að mömmurnar voru með börnin í alvöru silfurkross og svo voru kannski eldri stelpurnar með dúkkuvagna með mömmunni. Já, það hefur verið vinsælt. Áttu þér uppáhaldsvagn? Mér finnst þér náttúrulega allir dásamlegir. Ég er ótrúlega þakklát fyrir að fengi tækifæri til að taka þátt í þessu. Áttu sjálf silfurkross? Ég var sjálf í silfurkrossvagni sem barn, en ég átti því miður ekki silfurkrossvagn fyrir mín börn. Þú hefði viljað eiga? Já, algjörlega, tvímælalaust.